Komið þið sæl. Við höldum áfram í þessum þætti að fá til okkar góða gesti sem allir eiga það sammerkt að hafa starfað lengi innan Sjálfstæðisflokksins og þannig lagt sitt að mörkum við að móta 95 ára sögu flokksins og leið 80 ára sögu lýðveldis. Við ræðum við þessa gesti þeirra störf og feril í stjórnmálastarfi og viljum með því segja þessa sögu brot fyrir brot. Gestur minn að þessu sinni Halldór Blöndal, fyrrverandi samgönguráðherra og landbúnaðarráðherra, fyrrverandi forseti Alþingis og fyrrverandi formaður samtaka eldri sjálfstæðismanna. Vertu velkomin, Halldór. Takk. Svona áður en við förum að ræða þinn þing- og ráðherraferil, þá langar mig aðeins að ræða við þig svona almennt. Það óhætt að segja að þú hafir tilhengað sjálfstæðisstefnunni þitt líf. Þú settist á þinn fyrsta þingflokksfund sem þingfréttaritari Morgunblaðsins árið 1960 og sast þá fundi nær óslitið í 64 ár, þangað til í mars á þessu ári þegar að þú lést af störfum sem formaður samtaka eldri sjálfstæðismanna. Mér í rauninni til efs að nokkuð maður hafi haft eins mikla innsýn inn í þingflokk sjálfstæðisflokksins eins og þú. Það örugglega ekki hægt að finna neitt sem hefur átt setur rétt á þessum fundum jafn lengi. Hvernig kom það til að þingfréttaritari Morgunblaðsins satt þingflokksfundi? Á þessum tíma þá voru dagblöðin flokks, altså stjórnmálaflokkarnir stóðu fyrir útgáfu á dagblöðum. Alþýðublaðið fyrir Alþýðuflokkinn, Þjóðviljum fyrir sameiningarflokk Alþýðusósíalistaflokkinn. Morgunblaðið var ekki eigu flokksins en studdi Sjálfstæðisflokkinn og ég vann mjög náið með þingmönnum og þeir áttu mjög innangengt í Morgunblaðið og þetta var talið mjög gagnlegt bæði fyrir mig og til þess að málin skýrðust betur. Ég vil kannski bæta því við að þegar ég var í gagnfræðaskóla þá vorum við með svona málfundaklúbb heima hjá Ragnari Arnalds og deildum pólitík í öðrum bekk í gagnfræðaskóla við Ragnar Arnalds, Styrmir Gunnarsson, Jón Baldvin Hannibalsson. Já. Og þetta var nokkuð, voru harðar umræður. Ég trúi því. Og þessir menn áttu nú allir, þessir menn áttu allir langan feril, annarkvort í stjórnmálum eða eins og Styrmir hjá Morgunblaðinu til ára röði, pólitíska samræður trúi ég. En þú ert á Morgunblaðinu og síðan ertu fyrir norðan og gefur kost á þér fyrir þú ert oddviti þarna tíma norðausturkjördæmis og svo norðurlandskjördæmis eystra þar á undan. Varaþingmaður mörg ár á 8. áratugnum og ert svo kjörinn á þing 1979 og situr þar óslitið í 28 ár til 2007. Hvernig var það svona bara sjálfgefið eftir að hafa haft þessa innsýn að leiðin lá á Alþingi? Hvernig kom það til? Þetta var nú eiginlega sérstök saga. Ég fór norður og vann fyrir Sjálfstæðisflokkinn, var meðal annars ritstjóri Íslendings tíma. En þegar þarna kemur sögu, þá tókum við hjónin ákvörðun að flytja suður og ég var í rauninni hættur í pólitík þegar að allt í einu var hringt í mig á norðan. Páll Þór Kristinsson hringdi í mig og spurði mig hvort ég vildi ekki taka 3. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins. Og Páll var nú svolítið hrekkjóttur þannig að ég sagði við hann að ég nú verið að bíða eftir því að þú hringdir og svona og svo sagði ég konu minni að Páll Þór hafði verið að gera að til mér en skömmu síðar var aftur hringt og það var Jón Ármann Árnason og sagði að Páll Þór hefði ekki verið viss að ég hefði tekið sig alvarlega og svoleiðis að ég sagði honum að ég væri reiðubúinn til að athuga þetta en ég vildi fyrst ræða það við konu mína og fara norður til að athuga hvort ég hefði fylgi sem ég síðan gerði og tók síðan 3. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins fyrir norðan. Já. Hvernig nú þetta kjördæmi þetta var Norðurlandskjördæmi eystra? Þetta var Norðurland eystra, Eyjafjörður og Þingeyjarsýslur. Og hvernig var pólitískt landslag í þessu kjördæmi? Já, við vorum auðvitað sterkir við Eyjafjörða, við vorum sterkir á Ólafsfirði og í sjávarplásunum og áttum gott vildi á Akureyri en við vorum heldur daprir í Þingeyjarsýslunum. Og hvernig gekk að vinna atkvæðið þar? En maður reyndi að hasla sér völl þar og ég átti þar víða
góða vini. Já, 28 ár er langur tími, það hefur verið kastað teningunum hérna með einu símtali. Ég segi teningunum hefur verið kastað með einu símtali þegar þú varst komin hérna suður og 28 ár, þetta er langur tími í stjórnmálum. 1980, það voru nú nokkuð tíðar kosningar hérna á þessum tíma, þá studdi þingflokkur Sjálfstæðisflokksins ekki ríkisstjórn Gunnars Thoroddsen sem var mynduð, ef ég man rétt, svona, já, eftir erfiða stjórnarmyndun og svona, þetta voru svolítið skrýtnir tímar fyrir okkur sem voru bara nýfædd þarna og erum svona að reyna að kynna okkur þessa sögu. Getur þú gefið okkur aðeins innsýn inn í þetta ástand sem var þarna í kringum 1980 þegar þetta gerist? Þetta reyndi auðvitað mjög á okkur og maður var svona, ekki ánægður með þróun mála. Við Pálmi Jónsson vorum miklir vinir og þarna snurði á þráðin allt skyndilega. En við náðum saman aftur sem er kjarni málsins og þetta lagaðist. Já. Við náðum saman aftur, flokkurinn stóð þetta af sér sem er kjarni málsins. En á hinn bóginn hef ég alltaf verið svolítið undrandi á því að maður eins og Þorsteinn Pálsson skildi ganga úr flokknum og yfir í Viðreisn. Ég hafði beitt mér mjög fyrir honum sem formanni flokksins og mér finnst nú að hann hafi brugðist mér og sínum hugsjónum með því að yfirgefa Sjálfstæðisflokkinn og fara í klofning. Já, ég held að það séu margir sem deila þeirri skoðun. Þorsteinn verður formaður 1983. Já. Ef þú horfir svona yfir þennan þingferil fram til 91 þegar ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks undir forseti Davíðs Oddssonar og Alþýðuflokksins mynduð og þú verður ráðherra, svona þessi fyrstu 12 ár sem að þú situr á þinginu, hvaða svona stóru mál getur þú rifjað upp á þessum árum? Þetta voru nú umbrota tímar, mikil verðbólga og... Já, efnahagsmálin voru auðvitað alltaf í brennið epli allan tíman, baráttan við verðbólguna og þessum árum voru líka utanríkismálin mjög til umræðu. 91, að þá myndar Sjálfstæðisflokkur ríkisstjórn með Alþýðuflokknum, Viðeyjarstjórnin, svo kölluð, og þú verður samgönguráðherra og landbúnaðarráðherra. Landbúnaðar, já. Það áhugaverðir málaflokkar og þetta tengjast svolítið inn í þitt kjördæmi, landbúnaðarkjördæmi og víðfemt kjördæmi. Hver voru svona stóru viðfangsefnin á þessum árum í þínum ráðuneytum? Já, sko, þegar ég varð samgönguráðherra, þá hugsuðum við ekki jarðgöngum. Nei. Þá vilja menn fara yfir heiðarnar, sko, yfir fjöllin. En á mínum tíma þá breyttist þetta og við fórum að leggja, og jarðgöng varð aðalreglan og það má segja að Héðinsfjarðargöng eru mjög merkileg vegna þess að þau opna alveg Eyjafjörðinn frá Siglufirði til Akureyrar og Ólafsfjarðarmúli verður úr sögunni sem var nú mjög hrikalegur vegur, satt að segja. En nú liggur fyrir næst að gera jarðgöng frá yfir í Fljótin frá Eyjafirði sem er nauðsynlegt því að vegurinn til Siglufjarðar er nú eiginlega óboðlegur eins og hann er. En á þessum tíma þá eru líka undirbúningur að Hvalfjarðargöngunum. Ég man eftir mikið umræðu í samfélaginu þau. Já, það er jarðgöngan, sko. En hvernig svona þessi hugmyndafræði einkarekstur, hvernig kom þetta til? Já, við vorum náttúrulega sjálfstæðismenn þeirra skoðunar og það eitt að láta reyna að nýta alla möguleika til þess að flýta jarðgöngum og við gerðum okkur grein fyrir því að ef við ekki létum greiða fyrir að fara göngin þá myndi gangavæðingin ganga hægar. Þetta var aðferð til þess að flýta framkvæmdum.
En þetta hefur nú heldur betur reynst vel, göngin búin að borga sig upp og Já, þetta hefur reynst mjög vel. Algjör bylting í samgöngumálum fyrir bara alla sem eiga leið vestur og norður og hvert sem er. En nú þarf ekki að borga neitt til í Hvalfjarðargöng. Nei, þetta var aðgerð sem var greinilega hefnaðist. Ég fór göngin daginn, það var gaman að því. Já, ég trúi því. Það má segja að vegakerfið í grófum dráttum komið í gott horf. En það nú mikil verkefni framundan. Það eru einhver verkefni framundan. En að landbúnaðarmálunum, þú varst landbúnaðarráðherra þarna fyrstu 4 árin. Já, ég var svo heppinn að ég bað Sigurgeir Þorgeirsson að verða minn aðstoðarmaður sem hann gerði. Og ég var svo heppinn að í kringum hann og þá skapaðist mjög gott andrúmsloft og okkur mætti mikill velvilji frá bændum. Þannig að okkur tókst að vinna mjög vel að þeim málum, enda voru verkefni brýn og margvísleg og menn hefðu satt að segja staðið á móti eðlilegum framförum fram að þeim tíma. En ég held að okkur Sigurgeiri hafi gengið mjög vel saman. En svona síðar, þú sem sagt 1999 þá tekur við starfi forseta Alþingis og ert þar í 6 ár. Einhver eftirminnileg mál frá þeim tíma? Já, ég var búinn að vera ráðherra í 8 ár sem mér fannst nú alveg nóg. Og það voru menn sem vildu auðvitað taka við og koma sínum hugmyndum áleiðis. Og það freistaði mín svolítið að verða forseti Alþingis. Ég átti mjög góð ár þar og ég man nú ekki eftir að hafi komið upp neinn sérstök vandamál. Nei. En auðvitað það svo í pólitík að það alltaf eitthvað sem það kemur alltaf eitthvað. En það reynir nú svona svolítið á forseta og formenn þingflokka að halda þingstörfunum gangandi. Jú, en maður var nú orðinn hagvanur þarna og kunni svo sem til verka. En svo lætur að þingstörfum 2007 og 2 árum seinna þá tekur við formennsku í samtökum eldri sjálfstæðismanna sem af Salóme Þorkelsdóttur ef ég man rétt og þú ert formaður þar í 15 ár. Ég held að það sé alveg óhætt að segja að það séu svona félög eða einingar innan flokksins sem að haldi jafn virku starfi eins og samtök eldri sjálfstæðismanna, þið funduði hér. Já, það var mjög gaman að gera það vegna þess að það tóku mér allir mjög vel. Við héldum vikulega fundi á miðvikudögum og það voru tekin til meðferðar hinn ólíkustu mál og þau brýnu mál sem að bruna þjóðfélaginu á hverjum tíma og ég var ekki var við annað en því væri mjög vel tekið. Og þessi fundir voru fjölsóttir og gaman að vinna að þeim. Skiptir það máli að eldri sjálfstæðismenn hafi vettfang eins og þennan? Ég held að það skiptir miklu máli vegna þess að í fyrsta lagi þá skýrast málun með þessum hætti og lausnir verða knýjandi. Sjálfstæðisflokkurinn verður að vera reiðubúinn til þess að skýra afstöðu sinna til hérna ýmsu mála og með því að ræða málin efnislega og alvarlega þá finnast oft lausnir sem ella hefðu ekki fundist. Ef þú horfir svona heilt yfir bara á 28 ár á þingi, hverju ertu stoltastur af? Ég veit það ekki það nú. Það var náttúrulega ýmislegt sem kom upp. Ég er mjög ánægður með ýmsar framkvæmdir sem við gerðum í samgöngumálum til dæmis. Eitthvað sem þú hefði viljað gera öðruvísi?
Það nú alltaf eitthvað sem maður rekur sér nú alltaf á að maður hefði getað farið örlítið öðruvísi hlutina og stundum gerir maður vitlausur. En upp úr stendur náttúrulega að ég kynntist mjög skemmtilegum mönnum og sjónarmiðum. Ólafur Thors var til dæmis alveg ógleymanlegur maður, hress og kátur. Ég man einu sinni eftir honum í viðumræðum í þinginu. Það Ólafur var þá í deilum við þingmann sem man ekki hver var og segir: Háttvirtur þingmaður hefði eftir mér ummæli hér áðan, en þau voru nú rangt höfð eftir, sagði Ólafur. Þá sagði þingmaðurinn: Já, ég hef nú skrifað þetta hérna niður hjá mér. Já, það er ekki að sökum að spyrja. Maður sem hugsar vitlaust, hann skrifar vitlaust. Ólafur var svona alveg leiftrandi húmor. En það er náttúrulega, þú kynnist í öllum formunum Sjálfstæðisflokksins nema sko Jóni Þorláksyni, sem það er nú ekki margir sem hafa kynnst þeim. Nei, þeir voru hver með sínu sniði. Já, einhverju svona eftirminnilegri en aðrir og hvað getur þú sagt okkur á þeim? Já, Ólafur er nú eftirminnilegast. Já. Ég trúi því. En Bjarni mér náttúrulega mjög eftirminnilegur því að hann móðbróðir minn og þegar ég var lítill á bolludaginn þá fór ég á Raskilti Bjarna. Það fekk bollur hjá Sigríði. Þeir voru hver sem annar. Jóhann Hafstein var glæsilegur ræðumaður og gat sópað að honum. Geir var náttúrulega mjög málefnalegur og vandaður. Hvernig þessi Gunnars og Geirs deila, þú manst hana nú vænti ég, hvernig voru þessi tímar? Já, það reyndi auðvitað á þolrifin hjá okkur sjálfstæðismönnum, en það voru deildar meiningar það hvor þeirra skyldi vera forystumaðurinn og það nú löngum þannig í ýmsum flokkum að það fleiri en einn sem kemur til greina til allra hamingju. Því að við verðum nú heldur fátækir ef það væri bara einn maður. Bara einn? Þá lifði flokkurinn ekki lengi allavega? Nei. En svona ef þú horfir... Gunnar hafði náttúrulega mikinn metnað. Já. Hann myndaði ríkisstjórn, hann 1980. Ef þú horfir svona bara heilt tilbaka, ef við horfum bara út frá sjálfstæðisstefnunni og þessum gildum sem að flokkurinn stendur fyrir, hvaða tímabil heldur við náð svona mestum árangri og þá í hverju? Ég held að Viðreisnarstjórnin sé nú svo stjórn sem ég man eftir sem skildi eftir sér djúpspor. Nú nýsköpunarstjórnin var náttúrulega mjög merkileg. Uppbygging togaraflotans og þar fram eftir götunum. Síðan náttúrulega þurftum við að brjóta niður margvísleg höft og bönn, þannig að ég skal ekki segja. Það skipti okkur miklu máli að hafa meiri hlutan í Reykjavík og það má ekki gleyma því að Framsóknarflokkurinn á þessum tíma honum var fjarstýrt af samvinnuhreyfingunni og svo það voru auðvitað mjög sterk öfl sem unna mót okkur. Talandi það svona, hverjar finnst þér hafa verið stærstu breytingarnar í stjórnmálunum í gegnum tíðina, svona til dagsins í dag? Já, mestu það náttúrulega stjórnmálaflokkarnir óháðari allir nú en áður. Og já, mesta breytingin náttúrulega svo að flokksblöðin voru lögð niður. Línurnar voru miklu skýrari meðan flokksblöðin voru og menn vissu hver flokkur stóð og svo framvegis. Og má segja að stjórnmálin hafa tvíleiti verið einfaldari. En nú þetta gjörbreytt og við finnum til dæmis í dag að Ríkisútvarpið náttúrulega vinstri sinna, það náttúrulega leynir sér ekki að blaðamenn þar á þeim megin, sympatísera þeim megin. Morgunblaðið aftur hægra megin. En Morgunblaðið á hinn bóginn ekki flokksblað. Nei, alls ekki. Það getur tekið afstöðu gegn Sjálfstæðisflokknum ef svo ber undir sem hefði verið óhugsandi hér áður fyrr.
Þetta merkilega breytingar, en svona, ef þú horfir bara á flokkinn, finnst þér hann hafa breyst mikið? Já, hann hefur náttúrulega breyst mikið vegna þess að forystumenn flokksins, þeir móta flokkinn á hverjum tíma. Flokkur Ólafs Thors og Bjarna Benediktssonar var allt öðruvísi heldur en Sjálfstæðisflokkurinn í dag og samband flokksmanna við forystumennina var líka annað. Við vorum færri Íslendingar og persónuleg tengsl miklu nánar en nú og það munaði auðvitað miklu. Sko nú flokkurinn orðinn 95 ára, lýðveldið 80 ára. Þú hefur lifað alla lýðveldissöguna, ert 6 ára gamall þegar lýðveldið stofnað eða að verða 6 ára gamall. Já, var á Þingvöllum. Varst á Þingvöllum, þannig að þú þekkir þessa sögu betur en mörg okkar og flest okkar. Svona, ef við horfum bara á lýðveldissöguna, hvaða mál telur þú að Sjálfstæðisflokkurinn hafi svona haft mest áhrif í mótun þessara sögu út frá bara því að við fórum úr því að vera fátækt ríki sem rauninni þáði þróunaraðstoð í það að vera eitt af ríkustu ríkjum heims í dag sem að veita öðrum ríkjum aðstoð í ýmsu formi. Þetta rosalega mikill árangur á ekki lengri tíma en 80 árum. Ef þú horfir bara á Sjálfstæðisflokkinn, hvar heldur að hann hafi svona haft stærstu áhrifin á þessa þróun alla? Já, það er náttúrulega í fyrsta lagi þá setur Sjálfstæðisflokkurinn okkur í flokk með öðrum lýðræðisríkjum. Við göngum í Atlantshafsbandalagið og Sjálfstæðisflokkurinn lagði mikla áherslu á sjávarútveg og útflutninginn, útgerð og annað og hafði forystum í landhelgismálinu. Og beitti sér með þeim hætti að ná fram okkar markmiðum í friði án þess að fórna á miklu. Og ég álít að það hafi skipt okkur mjög miklu máli. Hvað heldur með EES-samningin? Ég held að hann hafi verið okkur til góðs. Slíkir viðskiptasamningar eru auðvitað til góðs. Það greiðir fyrir viðskiptum og veldur því að það opnast markaðir fyrir okkar útflutningsvörur og við höfum betri möguleika á að ná hagstæðum innkaupum erlendis frá. Ég held að það sé ekki vafa því. Frjálsa viðskipti hefur alltaf verið grundvöllur okkar stefnu og ég held að reynslan sýni að það var rétt stefna og að við höfum náð þessum mikla árangri í því ljósi. En svona, nú hefur Sjálfstæðisflokkurinn alla jafna notið mikil stuðningsmiða þjóðarinnar og 95 ár langur tími í sögu stjórnmálaflokks sem maður horfir bara á svona heiminn í kringum okkur. Af hverju heldur að Sjálfstæðisflokkurinn hafi notið svona mikils trausts á Íslandi meðal þjóðarinnar? Já, þegar ég var ungur þá var Sjálfstæðisflokkurinn frjáls flokkur. Framsóknarflokknum var stjórnað af samvinnuhreyfingunni og við vitum auðvitað sameiningaflokkur, Alþýðusósíalistaflokkurinn, hann var undir áhrifum Moskvukommunismans og Sjálfstæðisflokkurinn hann var frjáls opinn flokkur og þar sem hann var í öndvegi, þar gekk okkur vel og best. Getum hort hingað hér til Reykjavíkur til þess að sannfærast það og þá forystu sem Sjálfstæðisflokkurinn hafði í orkumálum, í rafvæðingu landsins, í hitaveitumálum og hverju sem Svona að lokum, hvaða erindi á Sjálfstæðisflokkurinn við unga fólki í dag? Sama erindi og hann hefur alltaf átt að opna möguleika fyrir unga fólki, bæði að það geti aflað sér þeirrar menntunar sem hugur þess stendur til og jafnframt að búa þannig atvinnulífið að
það geti haslað sér völl þar sem hæfileikar þeirra hæfileikarnir njóta sín og hugur þeirra stendur til. Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn eigi sama erindi við unga fólki núna og hann hefur alltaf átt. Ég held við látum þetta vera loka orðin í þessum þætti. Halldór, kærar þakkir fyrir komuna og fyrir þetta fróðlega og yfirgripsmikla spjall okkar. Við höldum áfram að fá til okkar gesti í næstu þáttum þar sem við fjöllum sögu Sjálfstæðisflokksins í 95 ár í samtölum við fjölbreyttan hóp sem hefur haft áhrif á þá sögu og mótað hana og leið 80 ára lýðveldi okkar Íslendinga. Alla þætti má nálgast á helstu hlaðvarpsveitum á YouTube og heimasíðu flokksins xd.is. Þangað til næst, hafið það gott.